feti og upp undir 2 fet og malbyggið hreinlega gengið í bylgjur. Árni Johnsen, fyrsti þingmaður Sunnlendinga og formaður samgöngunefndar Alþingis, kom austur fyrir fjall til að líta á vegsumerkin og þá sérstaklega hversu illa þjóðvegurinn var útleikinn eftir skjálftann í nótt. Árni, hvernig líst nú fyrsta þingmanni Suðurlands og formanni samgöngunefndar á þessar skemmdir sem hafa orðið á þjóðveginu hérna? Já, sem betur fyrir þetta hluturum eftir að laga fljótlega, en auðvitað er þetta verulega skemmdir og þessi bylgja hefur verið með ólíkindum, en aðal skemmdirnir eru þetta húsum sem eru illa farin, en þetta er tiltölulega lítið mál hérna á vegunum þó að brotni malbyggið upp á nokkrum stöðum, en sýnir hvað nikkurinn hefur verið skarpur. Hvar varstu tattu þegar skjálftinn reið yfir? Ég var stattur við skrifborðið mitt í Reykjavík og brenndi austur strax. Hefur eitthvað heyrt í fólki? Já, ég hef heyrt í fólki ég finnst að yfirvegað og taka þessu á stillingu. Það er mjög gott hvað vísindamenn og aðrir hafa lagt áherslu á að fólk afli sér þekkingar þennan andardrátt í jarðarinnar og fólk svona auðvitað er bangið en tekur þessu af stóískri ró. Álagið sem varð á Þjórsárbrú við jarðskjálftann í nótt var alltaf því helmingi meira en í jarðskjálftanum þann 17. júní síðastliðinn og það má sjá glögglega hérna megin, vestan megin við brúna, hversu vegurinn og brúarfestingarnar hafa aðeins gliðnað til. Jarðskjálftinn í nótt olli meiri skemmdum á mannvirkjum en þjóðhátíðarskjálftinn þótt hann yrði á smærra svæði. Þetta er mat almannavarna ríkisins. Þar á bæ eru menn ánægðir með skjót viðbrögð við skjálftanum. Flestum ber saman að viðbrögð við þessum síðari skjálfta hafi verið mun fljótari en í þeim fyrri og það er ekki síst því að þakka að almannavarnir og aðrar stofnanir voru enn í viðbragðsstöðu. Sólveig Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri almannavarna ríkisins, segir að jarðskjálftans hafi gætt mest í nágrenni Árborgar sem er nokkru vestar en skjálftinn á laugardag. Áhrifarsvæðið er annað, það lenti miklu meira inn á Rangárvallasýslu. Þetta er meira inn á Árnessýslu, mun nær Selfossi og uppsveitum þar í kring. Það virðist í fyrstu áhrifarsvæði vera almennt minna í heildina. Hins vegar höfum við líka frétt af nokkrum húsum sem hafa fallið, þó að það hafi ekki orðið manntjón. Sem að gerðist ekki síðast, þannig þetta er aðeins öðruvísi en okkur sýnist núna í fyrstu þetta vera almennt séð minna en við erum eftir að fá þetta betur staðfest og kortlagt. Sólheimar urðu hart úti og hús skemmdust mikið í Hraunborgum en ekkert er að hrundi. Talsvert tjón varð á húsum í Hraungerðishreppi og Villingaholtshreppi og eitt hús er talið ónýtt á Skeiðum. Sólveig segir að viðbrögð flestra almannavarnastofnana hafi verið mun skjótari nú en á laugardaginn, þar sem viðbúnaði vegna fyrri skjálftans hafi ekki enn verið lokið. Ég held að það gerist alltaf þegar áföll verða svona trekk í trekk, að það er svo margt í fersku minni að menn eru fljótari að bregðast við. Og við vorum til dæmis ekki búin að ljúka aðgerðinni. Við vorum í rauninni enn að vinna í síðasta jarðskjálftanum. Þannig að hér á töflum eru símanúmer, mikilvæg símanúmer sem við gátum gengið beint í og aðra upplýsingar sem voru ennþá hér á borðum hjá okkur sem náttúrulega flýtti fyrir. Nú er almenningur á Suðurlandi og kannski sérstaklega í kringum Hellu mjög skiljanlega skelfingu lostin vegna þessara tveggja stóru jarðskjálftar sem orðið núna með mjög stuttu millibili. Hver eru ykkar heilræði til almennings á þessu helsta svæði núna? Það er bara að halda ró sinni og hafa það í huga að það slasaðist enginn í stórum skjálftum erlendis, að þá eru áhrifin oft mun verri. 40 manns leituðu til neyðarmóttöku Rauða krossins á Hellu sem var opnað aftur eftir skjálftann í nótt. Einnig var neyðarmóttöku komið á fót á Selfossi. Það voru sjálfboðaliðar Rauða krossins sem veittu áfallahjálp, mest börnum og eldra fólki. Margir höfðu ekki jafnað sig eftir skjálftann á laugardag. Hér í Sólvallaskóla á Selfossi voru sjálfboðaliðar Rauða krossins búnir að koma upp neyðarmóttöku klukkan 2:30.
Hér voru þeir reiðubúnir að taka á móti fólki ef það kæmi illa út úr skjálftanum. Sem betur fer þurfti þó enginn að leita neyðarmóttöku á Selfossi. Maður búinn undir hvað sem en við höfum auðvitað verið að horfa á það sem gerist í Rangárvallasýslu og búumst við allt frá því að þurfa að hýsa fólk sem getur ekki hugsa sér að vera í húsum sínum og alls konar aðhlendingu til líkama og sálar. Á morgun mun svo Rauði krossinn á Selfossi skipuleggja áfallahjálp fyrir þá sem hennar vilja leita. Og Valgerður Jóhannsdóttir, fréttamaður, austur á Selfossi. Valgerður, hvað að frétta þarna núna? Já, eins og framkom hjá framkvæmdastjóra almannavarna hér áðan þá það einkum í Árnessýslu sem að þessi jarðskjálfti hefur áhrif og hér hjá mér formaður almannavarnar nefndarinnar, Karl Björnsson bæjarstjóri. Karl, hvernig ástandið? Já, rúmlega 120 björgunarsveitarmenn hafa farið svæðið fyrir okkur og það nú ljóst að mesta tjónið í austanverðum Flóa, upp á Skeið og upp í Grímsnesi, en fyrst og fremst þetta tjón innanhús, en auðvitað líka tjón á húsum og einnig tjón á veginum hérna og við lokuðum honum strax og það enn verið að gera við Suðurlandsveginn hérna og við hefum nú vonað á því samt að því verði lokið svona kannski upp úr 7 og þá verður sérstaklega tilkynnt það þegar hann verður opnaður og að öðru leyti höfum við unnið eftir áætlunum almannavarna og það hefur tekist svona þokkalega. Hafið þið einhverja tölu á því hvað þetta eru mörg hús sem hafa skemmst? Nei, við erum ekki með nákvæma tölum það. Þeir eru að vinna úr sínum skoðunartölum, björgunarsveitarmenn og munum skila til okkar skýrslu núna mjög fljótlega. En síðan vil ég endilega ítreka það að koma því á framfæri að fólk tilkynni tjón til lögreglunnar, öll stærri tjón. En minni tjón tilkynnir fólk bara beint til tryggingafélag. En fólk hefur á einhverjum stöðum þurft að yfirgefa húsin, ekki satt? Jú, við opnum hérna fjöldahjálparstöð á Selfossi í Sólvallaskóla en það hefur nú enginn nýtt sér það ennþá en hún verður opin alveg áfram og fólk velkomið að koma þangað, það treysti sér ekki til að vera heima. En það sem sagt ekki vita til þess að það hafi nokkur maður slasast í þessum skjálfta? Nei, sem betur fer og engar tilkynningar fengið slasað fólk. Hvað með, þú nefndir vegurinn fyrir sundur hérna við Bitruins og við vorum reyndar búin að sýna hér áðan, en hvað með önnur mannvirki, vatnslagnir eða annað slíkt? Jú, það fór hérna auðvitað æðin frá Selfossi niður á strönd á Stokks- og Eyrarbakka, hún gaf sig en viðgerð stendur yfir og verður vonandi búin 9-leytið. Nú, það hefur líka brugðist hitaveitan á Laugarvatni og eitthvað í Grímsnesi líka en það viðgerðarmenn skoða það og gera við það. Nú áttu menn í sjálfu sér von á þessu en hvernig formanni almannavarna kannski eitthvað litið létt að þetta skuli þá vera afstæðið eða hvað? Já, þetta vonum við öll að þetta sé afstæðið en það búið að náttúrulega vara fólk við að þetta gæti gerst og ég veit það að fólk hefur verið að undirbúa sig og sérstaklega hvað varðar lausamuni innan hús sem eru í raun og veru fólki hættulegastir. Við vitum það að hús hrynji almennt ekki þó að skjálftarnir séu stórir en fólk og skemmdir verða innan hús og fólk getur slasast af lausamunum. Hvar varst þú staddur og hvernig upplýðir þú þennan skjálfta? Ég var nú bara sofandi og vaknaði við það skjálftan og fór náttúrulega strax niður í stjórnstöð almannavarna hérna í kjallara lögreglustöðarinnar. Svona skjálftar eru náttúrulega útköll fyrir okkur og við rjúkum á stað allir í nefndinni og hefjum vinnu. Nú, má kannski segja að menn hafi verið að einhverju liti reynslu ríkari eftir skjálftarn á laugardaginn eða hvað? Þið eigið auðveldara með að bregðast við núna? Já, hann var áminning og við erum búin að funda mikið og reyna að vinna úr því máli og það nýtust okkur núna. Þá held ég að við förum bara að láta þessu loki hérna frá Selfossi nema þið þarna á Laugaveginum hafið einhverjar sérstakar spurningar fram að færa en annars bara kveðið við hérna. Já, þakka fyrir Valgerður, ekki í augnablikinu en við gerum það kannski á eftir en það hefur verið mikill viðbúnaður hjá björgunarsveitarmönnum í Árnes og Rangárvallasýslum í nótt. Þeir hafa farið sveitirnar til þess að kanna aðstæður hjá fólki og athuga skemmdir á mannvirkjum. Hér á Selfossi hafa björgunarsveitir komið upp stjórnstöð og hafa í alla nótt verið að fara sveitirnar bæði
Flóann og upp á Skeið til að kanna ástandið eftir skjálftann. Mest áhersla er lögð á að kanna hvort að einhverjir hafi slasast og einnig kanna hversu íbúðarhús og útihús hafa staðist skjálftann. Víðir Reynisson er talsmaður björgunarsveitamanna hér. Hversu mikill viðbúnaður er hérna hjá okkur? Nú, við erum með á 30 björgunarsveitabíla úti og 100 manns. Þá er ég að tala um svæðið vestamegin við Þjórsá. Síðan erum við með talsverðan viðbúnað austamegin líka. Það eru sveitir alveg austur í Vík sem eru að vinna á því svæði. En hvaðan kemur þessi mannskapur sem er hérna megin Þjórsár? Nú, hann er náttúrulega hérna af svæðinu, sveitunum hérna í kring og hann er frá Reykjavík og Akranesi, Suðurnesjum. Þið hafi verið að þvælast hérna sveitirnar og kanna ástandi bæði húsa og fólki. Hvernig er umhorfs? Já, við náttúrulega höfðum fyrst og fremst áhyggjur af fólkinu og það eru góðar fréttir af því. Það virðist ekki hafa orðið nein slys. En það er aðra sög að segja af húsum og húsbúnaði og mannvirkjum. Hefur einhverja tölu á því hvað eru mörg hús sem eru skemmd eða ónýtt? Nei, við erum ekki komin svo langt. Við einbeitum okkur af fólkinu fyrst. Erum hraðkönnuðum svæðið með það í huga að fullvissa okkur að það væri engin hérna í lífshættu eða slasaður. Og það býður eiginlega bara dagsins sem er að renna upp að fara að meta það tjón, en það er gríðarlegt. Hvað ætli að verða lengi hérna með svona mikinn viðbúnað? Þá erum við búin að fullvissa okkur það sem er búið að fara í öll hús á svæðinu sem mesta hættan er á og tryggja það að það sé ekkert sem verður eftir. Talsverðar skemmdir urðu á lögreglustöð og sýslumannsskrifstofu á Selfossi í skjálftanum í nótt. Nú varst þú hérna þegar skjálfti reið yfir. Hvað gerðist hérna? Ég var inn á stöð þegar hann kom og ég stökk út í dyr, var einn inn á lögreglustöðinni og var með handsíma. Og leið og ég kem út á tröppurna þá sé ég bara eins og sprenging hérna, þetta blómabið hérna bara, það var alveg bara splundraðist. Og eins og þið sjáu hvernig þetta er farið. En þið voru nýbúnir að gera við þetta hérna? Já, í gær þá, fyrra skjálftanum á 17. þá fór hérna megin og þetta var hlaðið upp í dag, en þetta fór töluvert mikið meira núna heldur en fór þá. Þannig að nú fór þetta líka á vestanverðinni en hérna á sundaginn bara hérna megin. Nú höfum við verið að skoða líka sprungur á húsinu sjálfu. Er þið búin að skoða húsið til hlítar? Ekki ítarlega en það er mjög mikla sprungur hérna þar sem húsin eru tengt saman. Það er viðbygging hérna við gamla húsið og það er mjög sprungið eins og þið sjáið. Þannig að þetta eru töluvera skemmdir á húsinu sýnist þér? Já, það má segja það að þetta sé töluvera skemmdir hérna, og verður svolítið erfitt að gera við það. Stórt stykki rifnaði úr hlíðinni vestan við bæinn Urriðafoss í Flóa við titringi frá jarðskjálftanum. Miklar skemmdir urðu á innbúi heimilisfólksins þegar að skjálftinn reið yfir. Á við bæinn Urriðafoss í Flóanum hefur sprungan greinilega gengið undir íbúðarhúsin, bæði gamla húsið og það nýja. Einar, hvernig varð ykkur við þegar að skjálftinn reið yfir hérna hjá ykkur að Urriðafossi? Við okkur brá verulega. Þetta var mjög snöggt, stutt en snöggt. Og við sátum í sófa og okkur hélst alls ekki við sófanum. Og það hefur allt henst hér úr skápum og hillum? Já, eins og þú sér, allt út allt. Gersamlega. Eru miklar skemmdir hjá okkur? Innbúið, við eigum ekkert innbúið lengur held ég. Allt glerð sem við áttum til brotið held ég. Hvað útihús? Þau virðast heil að mestu leyti, hruninn einn veggur í gamalli skemmu. Og eyðilega þarf vélsliða. Annað virðist heilt. Nú varst þú að keyra eins landaregnina. Sérðu víða ummerki eftir skjálftann? Það er afar mikið jarðskrið hérna í brekku hérna vestur af bænum og svo eru sprungur víða. Ekki stórar en sprungur út allt. Öll kerfi Landssímans stóðust áhlaup jarðskjálftans í nótt og engar bílanir urðu í símstöðum þótt sumstaðar færi rafmagn af. Nokkra truflanir urðu í farsímakerfi Landssímans í fyrri skjálftanum og laugardaginn en engra slíkra bílana varð vart í nótt, segir Ólafur Þótt Steffensen, upplýsingafulltrúi Landssímans. Öll okkar fjarskiptakerfi stóðu sig með mestu prýði af þeim viðbúnaði sem verið með vegna jarðskjálfta reyndi kannski aðalega á tvennt. Það er annars vegar
jarðskjálftavarnirnar á sjálfvirku símstöðunum á Suðurlandinu. Það standa allar á svona jarðskjálftafótum sem að mýkja svona högg og sá búnaður reyndist aftur mjög vel og urðu engar truflanir í sjálfvirku stöðunum. Og svo það varaaflið, allar okkar búnaður tengdur við varaafl og þar sem að rafmagnið fór af, til dæmis í Vestmannaeyjum, í Vík, í Fljótshlíðinni og undir Eyjafjöllum, þar tók rafgeymarnir við og urðu engar truflanir í símakerfinu. Það eina sem að við vitum til í nótt að hafi gerst að það kom viðvörunarmerki frá NMT-sendi á Seyðishólum í Grímsnesi sem mjög stutt frá upptökum skjálftans og við vorum að fá fréttir frá tæknimönnum sem að fóru austur og svo að búnaðurinn hefði skekkst eitthvað lítilega og voru að lagfæra hann en það það eina sem við vitum til að hafi farið úrskeiðis. Styrkur jarðskjálfta yfirleitt mældur á Richterkvarða eins og fólk kannast við. Skjálfti sem nær 6,6 stigum á Richterkvarða telst mjög öflugur og það má því teljast mildi að ekki hafi orðið alvarleg slys á fólki í nótt. Yfirborð jarðar samanstendur af 6 stórum flekum og nokkur minni sem á hreyfingu. Við það hleðst upp spenna sem losnar við tilfærslu bergsins. Kippirnir sem því fylgja mynda bylgjur sem fjara út því lengra sem dregur frá upphafsstaðnum, líkt og þegar gárur myndast á vatni. Algengasta mælikerfi á styrk jarðskjálfta svonefndur Richterskvarði. Mælikvarðinn hefur ekkert hámark en ekki vitað til þess að jarðskjálfti hefur orðið stærri en 8,9 Richterstig. Jarðskjálftinn í nótt talinn hafa verið það bil 6,6 á Richterskvarða sem telst öflugur jarðskjálfti. En hafa verður í huga að við hvert stig sem kvarðinn hækkar, tífaldast útslægið á þeim mælum sem kvarðinn byggist á og orkan sem myndast þrítugfaldast. Þannig skjálfti sem mælist 6 á Richterskvarða 30 sinnum öflugur en skjálfti sem nær 5 á kvarðanum. Fleira hefur þó áhrif á eyðingarmátt skjálftans. Tegund jarðvegs og það hvernig bylgjurnar dreifast skiptir máli og að sjálfsögðu hversu lengi hann stendur og hve traust byggð mannvirki á skjálftasvæðinu eru. Árið 1960 fórust til að mynda 12.000 manns í skjálfta sem mældist 5,9 á Richter. Það má því segja að við höfum sloppið vel með að við stærri skjálftana. Og þá ætlum við að heyra aftur frá Valgerði Jóhannsdóttur fréttamanni sem er á Selfossi eins og kom fram hér áðan í beinni útsendingu viðtöl við fólk sem upplifði jarðskjálftann í nótt. Hvernig upplifðir þú þennan skjálfta? Ég var nú ekki sofnuð þegar þetta var. Ég slökkti ljósi hérna 10 mínútur fyrir 1 og ég skilst að skjálftinn hafi byrjað 8 mínútur fyrir. Þannig að þetta var mjög mikill hristingur og svo svona eins og að kemur svona þungt högg í restina. Þið farið ekki á skónum þegar að? Ég sagði að það var Nú hafið þið sjálfsagt fundið skjálftann á laugardaginn en hvernig var þessi í samanburði? Við vorum ekki heima á laugardaginn, við vorum norður í landi. Við vorum að koma heim í kvöld. Og þá mætir þetta ykkur? Það skeið ekkert hérna og opnaðist bara 2-3 skápur þar og lítið annað á laugardaginn. En í skjálftanum núna, skemmtist mikið hjá ykkur? Það er allt á bara hvolfi og húsin virðast nokkuð heil en svona allt innbú meira og minna var í rúst. Nú, náttúrulega voruð þið búin að heyra fréttir og lýsingar af skjálftanum á laugardaginn. Voruð þið eitthvað búin að búa ykkur undir þetta? Já, við vorum búin að taka allt lauslegt niður af veggjum og hérna svona þannig að já, það var svona aðalega það sem við vorum búin að gera en það er náttúrulega opnuðist allir skáp þar og það er allt út allt og brotna náttúrulega það sem brotna gaf. Hvernig fannst þér að upplifa þetta? Þú hefur væntanlega aldrei upplifað svona sterkan skjálfta? Ég hugsaði nú aðalega það að halda mér á meðan að skjálfti reiði yfir og koma okkur svo út bátnunum og vekja sá yngsti hann svaf af sér skjálftan en hinn voru náttúrulega vöknuð og dottin upp fyrir rúm og svona þannig að það var svona það helsta sem maður hugsaði að koma sér út. Nú skilst mér að þetta hafi haft áhrif á borholur sem þið hafi hér til heimanota í sveitinni. Já, þær eru bara alveg þurrar, hérna holur sem að gáfu mikið vatn og voru með mikinn þrýsting og hita. Þær eru bara tómar í dag. Skráðir hafa verið hátt í 30 jarðskjálftar á Suðurlandi frá örófi alda og það hefur ekki alltaf verið þannig að það hafi farið jafnvel í nótt að það hafi ekki verið manntjón. Fyrsti stóri skráði jarðskjálftinn á Suðurlandi var 1164, létust 19.
4 skráðir skjálftar verða á 14. öld. 1339 féllu menn af reiðskjótum sínum og urðu að liggja meðan skjálftinn reið yfir. 2 verða á 16. öld, 9 á 17., 8 á 18. 19. öldin varð sunnlendingum dýrkeypt. Stóri Suðurlandsskjálftinn kom 1809, 10 og 6. Voru það nokkri skjálftar í röð sá fyrsti 27. ágúst án fyrirvara og með geigvænlegum afleiðingum. Síðasti skjálftinn kom 10. september. Alls rundu í skjálftanum 1309 bæjarhús, 2383 férnaðarhús. Samtals 3692 hús. Fáir létust. Síðasti stóri skjálftinn var svo 1912, nánar tiltekið mánudaginn 8. maí. Hann var snarpur og tjón af völdum hans umtalsvert. Í Vestmannaeyjum hefur orðið nokkuð grjóthrun sem meðal annars eyðilagði sprengiefnageymslu bæjarins. Almannavarnanefnd staðarins hefur látið loka vissum svæðum vegna hættu á frekara grjóthruni. Við höfum lokað þeim svæðum sem við teljum vera hætt af. Það var nú smá hrun í Heimakletti en það var ekki hætt af þar. Hvaða svæði hafa verið lokuð? Það er hérna niður í Fríðarhöfn, við lokuðum inn í Herjólfsdal og lokuðum hérna veginn við Hásteinsvöll. Verður svo lokun til langframa? Við ætlum að hafa lokað í nótt og að meta stöðinni í fyrramálið. Við erum að funda núna í nefndinni. Já, við erum að loka öllum vegum hérna með fram fjöllunum. Hvers vegna? Vegna hættu á hruni. Hvenær var jarðskjálfti núna? Já, ég er nú ekki klár á tímanum en ég var bara heima, komin upp í rúm og hálfsofnaður þegar vaknaði við hristingin á húsinu. Brá þér? Já, mér brá. Minnugur 17. júní? Já, það má segja það. Ég var ná á vakt á. En núna var ég komin upp í rúm. Hvað gerðist hérna? Það kom bara grjót hérna úr hlíðinu og lenti hérna beint á sprengiefnageymslunni. Og hún í tætlur? Hún í tætlur, það var reynda búið að hafa samband við mig í dag út af þessu. Það var vitað að það var laust grjót hérna uppi. Og ég taldi ekki vera neina hættu á ferðum eins og koman daginn. Það var engin hætta á að sprengiefni springi, sko. Það þarf svo gífurlega mikið högg til þess, snöggt högg. Ég mani finnst þetta nú æði mikið að horfa upp á þetta, að það sé sprengiefnageymslan í rúst. Já, hún er alveg í rúst. Þannig að það má fara að huga að öðru stað fyrir hann. Ég var við vinnu mína niður á Lunda og var með svona talsett af fólki þarna inni og ég var fram í sal að tæma borðum, klukkan var orðin það margt og það kom svona sterkur hnykkur og það var auðséð á fólkinu að því var nú ekki alveg sama því að það stóð bara upp og það tæmdist fljótt hjá mér út. Jarðskjálftakippurinn í nótt var talsvert veikari heldur en jarðskjálftakippurinn sem kom hér 17. júní, en samt nógu sterkur og lögreglan brást snöggt við og lokaði athafnasvæðinu hér fyrir aftan mig, Fríðarhafnarbryggju, sökum mikils grjóthruns úr fjöllunum. Og hér er sem sagt borðin komin, það er engin umferð sem er leið hér í nágrenni við fjöllin í Vestmannaeyjum. Og frá Gísla í Vestmannaeyjum förum við aftur upp á fastalandið og enn á ný til Selfoss, þar sem að Valgerður Jóhannsdóttir er. Hér á Sólheimavegi skammt frá bænum Vatnsnesi má sjá greinilegu ummerki skjálftans stóra. Hér er jarðvegurinn í sundur, vegurinn fór í sundur og datt niður heilan meter, en vegagerðarmenn eru langt komnir með að gera við. Sem betur fer eru engin slys á fólki. Sprungan þessi er sennilega 50-60 metra löng og 2 metra djúp sýndist okkur þar sem hún var dýpst, en þá sér í vatn. En þetta voru reyndar ekki eina jarðraskið á þessu svæði því að borhólur sem eru við nokkra bæi þarna, þær þotnuðu. Björgunarsveitir af höfuðborgarsvæðinu voru sendar, kallaðar út í nótt og björgunarsveitamenn fóru í heima hverjum einasta bæ og bönkuðu þar upp á til þess að kanna hvort að ekki væri allt í lagi með heimilisfólk og þarna að Vatnsnesi voru allir heilir. Eins og ég sagði áðan, það var ekki vitað til þess að neinn hafi slasast í þessum skjálfta og björgunarsveitarmenn fóru einnig heima hverjum sumarbústað þarna í Grímsnesinu. Þegar jarðskjálfti er jafn öflugur og sá sem á skók Suðurlandi í nótt er mest lítið hægt að aðhafast á meðan að skjálftinn gengur yfir. Lýsing feðganna á þeim aðstæðum sem fólk er í þegar að lendir í svona hamförum er mjög athyglisverð.
Feðgarnir gefa næsta lítið fyrir það að hægt sé að fara eftir einhverjum skrifum leiðbeiningum það hvernig menn eigi að færa sig til þess að komast á sem öruggastan stað. Já, í mínu tilfelli þá gat ég ekki mig hreyft. Sko, það var ekkert að ræða að fara eitt eða neitt, sko. Ég var bara fastur þar sem ég var. Og eins og ég sagði áðan, sko, ég bara gat ekki sett hendina fyrir andlitið á mér. Maður var alltaf stóð. Ég skorðaðist einhvern veginn, hlunkaðist utan í vegg og þar var ég bara. En hann? Sko, það fyrsta sem maður gerir, maður bara reynir að einbeita sig að halda sér á löppunum. Ég stóð eins og 2 metra frá vegg og eldhúsinnréttingu, en samt út af einhverju, þá skall ég utan í hana, sko. Já, þannig að menn leika sér ekkert að því að það er engin leikur að komast eitt eða neitt þegar svona gerist? Nei, þú bara ferð á jörðinni og þú reynir eitthvað, sko, annað en að halda þér á löppunum, sko. Já. Það er ekkert að gera hlaupundi burðavegg, þú bara verður að bíða eftir þetta spúið. Já. Það er ekkert annað að ræða. Já, mér sýnist að vera það að, sko, maður fer ekki eitt eða neitt, það er alveg útilokað mál. Í þessu tilfelli eins og í svona sem gerðist hér í kvöld, það var alveg útilokað, maður er bara það sem maður er og verður svo bara að bíða þetta af sér. Nú er ljóst að skjálftinn sem varð í nótt var síst veikari en sá sem varð á þjóðhátíðardaginn. Hugsanlegt er að skjálftavirkni færist lengra til vesturs en lítil hætta er talin á fleiri stórum skjálftum á þeim svæðum sem hafa orðið verst úti. Rétt eftir að skjálftinn reið yfir var öll starfsemin komin í fullan gang hérna á Veðurstofunni, enda ljóst að þessi skjálfti var síst minni heldur en sá sem reið yfir 17. júní. Það er talið mikilvægt að fylgjast með öllum eftirskjálftum, öllum smáskjálftum sem fylgi í kjölfarið, því þeir kunna gefa vísbending hvernig þróunin verður næstu klukkstundir og daga. Hversu stór teljið að þessi skjálfti hafi verið? Já, hann er 6,5, kannski frekar 6,6 og hann er mjög svipaður að stærðu skjálftunum daginn en ef eitthvað er eilítið stærri. Og hvernig er staðsetningin með skjálftan sem var á 17. júní? Þetta er þó nokkuð mikið vestar og þetta fer í gegnum Hestfjall, norður-suður eftir Hestfjalli. Þið getur víst ekkert spáð fyrir þróunina í framhaldinu? Nei, þegar skjálftinn varð á 17. júní þá voru ýmsar ástæður fyrir því að við töldum að þetta svæði, Hestfjallið og þar suður af, kannski eilítið vestar heldur alveg suður af Hestvatni gat að verið en að þetta svæði það væri langlíklegasta framhaldi væri þar og þetta stafaði af ýmsu, það stafaði af því að sögulegar heimildir út frá sögulegum heimildir þá vantaði skjálfta á þennan stað það var líka út af því að undanfarin ár það hefur verið talsvert mikið af smáskjálftum á þessu svæði og nokkuð lengi. Talið er að skjálftar geti færst enn vestar en ekki er vitað nákvæmlega á hvaða svæði líklegast að næsti skjálfti verði, ef það verða fleiri skjálftar. Það er því fylgst náið með smáskjálftum sem hugsanlega getur gefið vísbendingar þar En hafa stóru skjálftarnir tveir losað einhverja spennu á því svæði þar sem þeir áttu upptök sín? Já, ég held að megi segja það að báðir þessi skjálftar þeir draga úr líkum á nýjum skjálftum á þessum slóðum akkurat og þannig að þeir eru búin að leysa úr læðingi sem sagt ég held að íbúar þeirra svæði sem hafa orðið fyrir skjálftu núna þeir getur verið sæmilega afslappaður það að það verður ekki stór skjálfti þarna á næstunni. En má ekki slá því föstu að skjálftar innan síðustu daga sé eiginlegur Suðurlandsskjálfti? Auðvitað er þetta Suðurlandsskjálftar en þetta er ekki Suðurlandsskjálftar af stærstu gerð og þeir myndu frekar verða, stærri skjálftar myndu frekar koma austar og það þetta eru Suðurlandsskjálftar sem eru til dæmis fyrir þetta svæði þarna við Hestfjallið þá er þessi stærð af skjálfta þetta er svo stærð sem við höfum búist við á þessum slóðum sem hámarksstærð. Þannig að eykur þetta hvorki né minnkar líkurnar á því að verði sterkur skjálfti austar? Þetta minnkar ekki líkurnar á því að verði sterkur skjálfti austar fyrir austan þessa skjálfta sem hafa verið núna en hitt er annað mál að það getur tekið áratugi að þeir komi. Það er kannski rétt að rifja það upp fyrir þá sem er að koma sjónvarpstækjunum sínum núna að við erum búin að vera í útsendingum með aukafréttir frá því 6:30 í morgun vegna jarðskjálftans sem að skók Suður- og Vesturland
klukkan 1:08 í nótt. Það talið að jarðskjálftinn hafi verið 6,5 til 6,6 stig á Richter. Það hefur orðið talsvert eignatjón víða á Suðurlandi en sem betur fer þá hafa ekki borist neina fréttir af neinu manntjóni ennþá.